Jæja Óskar, herðu, eftir bara hörku fyrráleik þá bara dettur botninn algjörlega úr þessu í þriðja leikluta, fáum okkur 38 stig og töpum honum með 23 stigum. Hvað gerist þarna á þessum kafla? Stórt spurt. Það ýmislegt sem gerist. Við leyfum alltaf mikið af hraðablöfum og töpum boltanum trekk í trekk. Og við erum bara þannig lið að við þurfum að vera on allan tíma. Og það er bara vandamáli á okkur í vetur. Við tökum inn að hálfleikja sem við erum frábærir, leikluta sem við erum frábærir og svo koma 2, 3, 4, 5 mínútur sem bara algjörlega skemma fyrir okkur leik. Og ég þarf bara meira frá mörgum mönnum minna sem þurfa að stíga upp í þessum mómentum. Leikmenni sem eru með reynslu. Ég vil ekki þurfa að skipta bekkjarmönnum minna í þessum mómentum. Ég vil að þeir sem eru almennir í liðinu stíga upp á þessum mómentum og díli við vandamálum sem eru inn á vellinum. Ef við erum ekki að laupa tilbaka, við erum að spretta tilbaka. Til dæmis í dag er þetta beint eftir leikhlé. Við tökum leikhlé, komum út úr í og svo byrjar að líta verra út. Það skoraði held ég er ekki með tölfræðina alveg, en rúglega 10 stig úr hraðablöfum á 2 mínútum. Og meðan við að tapa boltanum 4-5 sinnum. Það er bara ógeðslega dýrt á þessum tímapunkti í leik. Já, það hefur myndið vantað þennan stöðuleika eins og þú segir og sem að þið sýnduð einmitt í síðasta leik á móti Sindra, sko, það var eiginlega bara frá fyrstu mínútu til 40, sko, að þá bara var þetta, en hérna var það bara fyrir hálfleikurinn og þarna, já, og kannski endurspeglast meðal annars í þarna stigaskorunni hjá honum Arturo, hann er með 23 stigi fyrir hálfleik en ekkert í seinni hálfleik, en það verður eitthvað svona að taka fram að þeir eru að spila hörku vörn á hann og lemja hann alveg í spað, sko, og var hann bara orðinn þreyttur inn í seinni hálfleik. Hann kom svona hálfmeiddur út úr síðasta leik líka, sko, og bæði hann, Tóni og frá Baldur út í dag, sem strákar verðast að vera búin að óöfni við meiðsli í vetur. En það er líka bara okkur að passa betur upp á okkur. Við þurfum að passa það eftir leiki að við séum að gera sem þarf að gera svo við séum reddi í næsta leik. Og það þarf að byrja fyrr. Og já, það er bara ótrúlega ánægður með síðasta leik og allt það. En við viljum meira. Við viljum ekki fara í gegnum síðan einum sigri. Þannig að við þurfum bara að halda áfram að bæta okkur og ekki láta eitt sigur duga til þess að við förum eitthvað slaka á. Nei, við viljum bara alls ekki sjá Þórsliðið falla og við bara vonum svo sannarlega að okkur gangi betur á nýju ári. Segi ykkur bara, gangi ykkur vel í gangi ykkur hægt gleðina dyr í jólafríinu og vonandi sjáum við bara enn betra Þórslið á nýju ári.